Já, velkomin að Rauða á 50. Við erum nokkrum mínútum of sein núna. Það var hérna sjávarútvegsspjall, þetta rétt áðan, sem að tók á okkur smá tíma en við bara þökkum fyrir það. Hérna eru komin til þess að segja fréttina með mér María Lilja og Björn Thorlags. Velkomin. Herðu, við byrjum á frétt aldarinnar, það er Gaza. Netanyahu vill leggja undir sig Gaza, en ekki stjórnaldir frambúðar. Hvað svo sem það þýðir? Já, sko... Má ég vekja athygli á samtali sem ég á hérna eftir, hérna þegar Rauðaborðið byrjar. Þá þegar tala við Ingu Þóru Haraldsdóttur sem er helfarasakfræðingur. Ammennar var líka gyðingur og í fjölskyldursögu hennar er saga af helförinni í Þýskalandi. Og ég ætla að ræða við hann svona samanburðun á þessu og það rennur upp fyrir henni allt sem hún hefur lesið og heyrt og meira í háskólanum í sakfræðinámi Ísrael og tilvist þess er eiginlega bara ránt. Það rennur allir upp fyrir með að bakvið Ísrael liggur sko síonismi sem er bara landtökustefna, sem er stefna sem er árásargjörn og stefnir að því að ryðja í burtu palestínufólki. Og við ætlum að ræða eins við hennu annað bæði, það sérfræðingur í málinu í helförum og bera saman hérna samanburðin á milli helfararinnar í Þýskalandi og á Gaza. En svo líka svona ábyrgð gyðingasamfélagsins á þessu. Hver munur á gyðingdómi og stefnu Ísraels. En aftur að atburðu dagsins, þetta var náttúrulega frétt sem við sáðum eiginlega í gær eða fyrradag núna það sem að, ég veit ekki, það eina sem ég tek úr þessu er bara þessi tilhneiging íslenskra fjölmiðla, vestræna fjölmiðla að taka upp allt sem frá Netanyahu og Ísrael kemur. Sko, palestínufólk er búið að vera að segja þetta allan tíman, svona hérna starfa þeir, þetta ætla þeir að gera. Svo hérna koma þeir hérna einhverjum mörgum árum og mánuðum setna og segja sömu hlutina. Það er seinni hlutin sem er nýja fréttin. Fyrir hlutin Netanyahu vill leggja undir sig Gaza var fréttin í gær. En núna segir hann, en hann ætlar ekki að stjórna því til frambúðar. Já, en það ég skil ekki, af hverju við þurfum alltaf að vera að hlusta á þetta. Þetta er, þetta eru réttlætingar manns sem hefur gerst sekur hræðilega glæp gegn mannkyni. Og við hérna erum bara að horfum á fréttatíma eftir fréttatíma með hans réttlætingar. Ég ætla að ná fullkomni stjórn á Gaza, ráðast inn í Gaza, annað land, fæla fólkið á flótta, drepa marga og ég ætla að tryggja það að stjórnvöld sem verða þarna verða mínuskapi að þanga til mun ég bara stjórna sjálfur. Já, en við getum alveg sagt hvers vegna hann ætlar að gera þetta. Hvers vegna hann ætlar að ná stjórna á Gaza í ákveðin tíma og hvers vegna vestræn stjórnvöld eiga eftir að styðja hann. Það er vegna þess að hann þarf að stýra narratífunni og rannsókninni sem fer fram á bara þessari á Gaza vegna þess að það kemur að skuldadögum og þegar hann þarf að standa fyrir máli sínu, fyrir rétti, þá er ansi fínt að hafa fingurnari í öllum sönnunargögnum. Ég var að skrifa á Facebook daginn og leggja til að þau réttaröld færi fram í Nürnberg. Já, það er bara... Yfir Netanyahu og hans kumpanum. Herðu, en annars verður það sem er að gerast þarna sem er hryllingur. En síðan erum við að elta uppi og leita að svona einhverjum breytingum í hugafarinu í okkar heimsluta sem að sumuleyti þótt að Ísrael sé náttúrulega fyrst og fremst með stuðning Bandaríkjanna og kannski Þýskalands að þá eru við í hópi þeirra sem er að styðja þetta og það er hérna skoðanagrein, við erum ekki aftur með hana, fyrir svona skoðanagrein. Göngum í Haghópin, það er Þórhildur Sunna sem leggur þetta til. Já, frábær grein og bara frábær tillaga, þetta er auðvitað þessi hópur hittist þarna í Bógota núna fyrir stuttu þegar íslensk stjórnvöld tóku móti von der Leyen. 6 róttakar, ekki? Já, þetta eru einmitt að bara stöðva vopnasölu og hérna stöðva öll viðskipti með hergögn og skotfæri eldsneyti og alls. Já, og svo bara hérna kyrrsetja bíla og annað slíkt og hérna stöðva hérna för Ísraela í gegnum lofthelgi. Þannig að þetta er ekkert róttækustu kröfur í heimi eða róttækustu aðgerðir í heimi og ætti að vera mjög framkvæmanlegar bara svona í ljósi þess sem að við vitum öll. Margir sem sakna þessa tón sjá þingmönnum núna og þegar maður les þessa grein Þórhildar Sunnu, fyrirverandi þingmann, þá áttar maður sig á því hvað vantar. Já, hún bendir á að svona, þetta er staða sem íslensk stjórnvöld getur kosið sér að vera á, sem er sómasamleg, því að staðan sem íslensk stjórnvöld er á núna er
ekki sómasamleg en síðan annur tegund af fréttum sem tengjast þessu, það eru þeir sem halda að vandamáli við þjóðarmorð á Gaza séu ekki raunverulega þjóðarmorðið, heldur að ísraelskur fyrirlesari fekk ekki að klára fyrirlesturinn sinn í þjóðminjasafninu. Í þjóðminjasafninu. Það voru það er Hannes Hólmsteinn, hann er kominn mættur á svæði, yfirgangur gyðingahaldaranna er algjörlega óþolandi. Já, en það má náttúrulega gera athugasemd við, ég sá að það hafa nú nokkur gert það á Facebook meðal annars, að sko vinnubröðin á bakvið þessa frétt, þetta er auðvitað, þú getur ekki kalla eitthvað gyðingahattara í mynd af því að þú stöður ekki síonisma er bara hreint ekki lægi. Ef þú stöður ekki þjóðarmorð þá ertu gyðingahattari. Já, svona vinnur maður ekki fréttir af fyrirsagnir, maður setur ekki mynd. Þessi er ekki að við vonum ekki að vinna fréttir, maður bara segja hvað Hannes sagði. Er það ekki frétt hvað Hannes sagði? Nei, það er bara ekki frétt það sem, og það er bara sama með hann og hérna síðan. Reyndar er það sem að Ingólfur Gíslason, sá sem sagði fyrst frá þessu í gær, er sammála þér með að hann gagnrýnir Vísi fyrir að bara gera frétt þessa afstöðu. Ok, ég spyr, er það frétt að Hannes Hólmsteinn sé að kalla þá sem að berjast gegn þjóðarmorði gyðingahattara? Er það frétt að það er kúkalikt af skít? Nei, það er bara En sko, það sem er áhugavert er líka sko, það eru uppnefnin og það er allt eitthvað Ok, þá snýðis svo aðeins við. Er það ekki samt umfjöllunarefni eins og við erum að gera hér? Við erum að tala það hvernig er fjallað þetta mál og þessa stöðu í samfélaginu. Ég held að það sé mikilvægt að við séum gagnrýnin á fjölmiðla og hvernig fréttir við sem fjölmiðil og ég meina, alveg svo bara þessi manni skjörur að vera í sjálfskoðun. Þórhildur Sunna. Marja Lilja. Ég er að tala er það ekki umfjöllunarefni í vestrænu samfélagi hvernig umræðan Gaza er meðal annars að menn eins og Hannes Hólmsteinn, þekktur hægri öfgamaður, stuðningsmaður þjóðarmorðs, hvernig hann reynir að klína gyðingahatri upp á þá sem er að berjast fyrir friði og þjóðarmorðinu verði stoppað. Er það ekki rétt? Það er góð spurning. Ég veit það ekki. Láttu svo Hannes Hólmsteinn ekki til. Þegar svona afstæða kemur fram þá saknar maður þess pínulítið að koma ekki eitthvað annað sjónarmið líka. Það er gagnrýnt, þeir bara skella því fram sem að það vantar samhengið í þetta. Það vantar samhengið. En það er auðvitað, og ég meina sá sem ekki hefur verið kallaður gyðingahattari núna síðustu 24 mánuði eða eitthvað hefur greinilega ekki verið að tjá sig með nógu kraftmiklum hætti þjóðarmorðið. Og ég ætla líka bara að spyrja hér eins og ég spurði í pistli sem ég skrifaði rétt eftir hrun. Er Hannes Hólmsteinn ekki búinn að renna sitt skeið sem marktækur álitsgjafi? Ég sagði ekkert við hann að ég menn ekki til þess að það er sagt neitt áhugavert á þessar öld, sko. Það er nú mín skoðun. Herðu, við höfum verið að leita að hínu. Ég dró eina frétta pólitíkina því þetta var á forsíðunni og þar er jafnaðarmaður í sósíaldemókrataflokknum. Níls Fuglasöngur, Fuglsang. Já, hann er að segja að það er bara þannig að Evrópusambandið og hann beinir líka spjótum að Danmörku sem hefur til þess neitað í að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki. Það segir að við erum bara ekki að gera það sem að þarf að gera frammi fyrir þessum hryllingi. Þannig að við erum búin að vera tína til svona ímsa Belgísk Þannig að þetta var nú bara á forsíðunni á Politíka þegar ég kíkti. Það sem var helst á forsíðunni í íslensku upplöfunum var Herri Tollar mögulega vegna viðbragða stjórnvalda. Þetta er gagnrýni frá stjórnarandstöðunni. Segja að þeir hefðu klúðrað þessu, hefðu einhvern veginn getað tala Trump ofan á að væri eitthvað svona sérstakt og það má vel vera, ég veit ekki. Og Diljá Mist, gagnrýnandi í sömu andrá og hún vill meina það að orðræða þetta sé að ESB og þjóðaratkvæðagreiðslu að það sé að leiða til þess að við sem að fá Herri Tolla. Að í sömu andrá og gagnrýni það þá gerir hún líka frekar lítið úr ferðalögum. Þessi heimóttarskapur innan Sjálfstæðisflokksins er ótrúlegur. Það að hér séu íslenskir ráðherrar bara að fara í flug til þess að ræða einhver alþjóðamál. Það er eins og það sé vont í ranni Sjálfstæðisflokksins. Ég veit ekki betur en að hún sé bara eina af þeim sem hafi ferðast mest á sínum ferli. Já, en þá skiptir sennilega máli að hennar mati hvert erindi er. En þið fundu þetta líka bara þegar hún kom og bara að hún skildi fá að koma og að íslensk stjórnvöld sé að tala við hana.
þetta náttúrulega ótrúlegt að þessi sjálfstæðisflokkur hafi verið hér stærsti flokkurinn Mér varst það mikið ekki það að vera svona samsæri sko. Hvað er hún að koma hérna á þá verið að bara læða okkur inn í Evrópusambandi bara bakdrafin? Þetta mjög áhugavert. Það er svo stutt í eitthvað svona að láta líta út eins og það sé eitthvað mjög fysik going on. Já, ég meina það gerðist hérna í gær bara, það var sama kona talar hérna í Morgunblaðinu að Þorgerður Katrín ætlaði ekki að mæta á fundin, þetta var frétt og þetta var að eitthvað svona máli svona þetta bara kom í ljós að henni var ekki eins og boðið. Og ekkert röklegt samhengi þegar hún segir að mögulega hefðu við fengið lægri tolla ef eitthvað öðruvísi. Það er ekkert röklegt. En ætlaði að segja það sama núna fjölmiðlarnir eiginlega fara of langt með því að vera að birta eitthvað svona yfirlýsingar án þess að sé nokkuð samhengi og engin skilur raunverulega í þessu. Þannig eftir situr bara að býta, kannski eitthvað skrítið við hérna hvernig stjórnvöldur að hefða sér í þessu ESB-máli. Þetta er nefnilega góð umræða, góð spurning hjá þér vegna þess að þetta er það sem að fer mest í taugarnar hjá manni hvað varðar þróun íslenskra fjölmiðla. Það er gúrka. Já, en þú maður hefur samt. Á sama tíma var sett 15% tollur á okkur og Evrópusambandið að þá hækkaði Trump tollana á Indland úr 25 upp í 50 og hann ætlar að reyna að þröngva Indlandi til þess að hætta að kaupa olíu af Rússum til þess að knýja á að Rússar, ég veit ekki hvað hann fari út úr Úkraínu, ég veit ekki alveg hvert planið en Modi, sem er svona svipuð típa á Trump í Indlandi, svona Trump Indlands hann ætlar ekki að svara þessu. Það voru nokkuð snjöll ummæli hjá honum að ég læt þetta ekki bitna á bændunum mínum, sjómönnunum, við munum aldrei gangast undir þetta þótt að kosti mig. Ég veit, já. Þetta eru ekta populisti. Algjörlega. Ég ætla að deyja fyrir Sindri. Þetta var flott hjá honum. En ég meina, sko, það sem að ég sakna kannski í þessu samhengi og við umræðina á Íslandi er hvað ætlar Ísland að gera í þessu tollamáli. Ég veit ekki ennþá hvaða þýðingu þetta hefur fyrir mig sem neytanda og annað. Þannig að það Þetta er enda breytingin frá 10 upp í 15 og svo lítil. Ég held meiri sig að styrking krónan eitthvað dollar sem veiga meiri. Heldur þetta. Þannig að ég sagði hérna í gær, ég hef þetta hljóma svolítið eins og svona svo kallar hagaðilar séu að búa til eitthvað svona í vonum að stjórnvöld þá lækki vörugjald eða eitthvað anskotan á móti til þess að það bæti það. Þannig að þú þurfur að borga þann skaða sem einhver laxa útflytjandi eða lyfja útflytjandi gæti mögulega haft. Það er alltaf nefnir lax en það er ekki búið að svara þeirri spurningu hvort hann hækkar eitthvað í verði í búðum í Bandaríkjunum. En ég valdi þess að mótifrétta því að ég held að segja þessu sem við höfum að fylgjast með er það hvort að Bandaríkin hafi raunverulega afl í alheimsviðskiptunum að geta þröngvað Indlandi til þess að hætta viðskiptu við Rússland. Ég ætla að veðja að svo sé ekki. En við skulum fylgjast með þessu þegar fréttirnar byrjast því að þetta mun koma í ljós. Herðu, vísir, það er Trump, vinnur okkar, hann neitar að hitta Putin án Zelenski, þetta er náttúrulega mikil stefnubreiting. Til að byrja með þegar Trump komi og ætlaði að leysa, hann ætlaði að gera það einu degi, minni mig, með einu símtali, leysa Úkraínustríðið, að þá leit út fyrir að hann ætlaði að gera samning við Putin, taka Putin svolítið inn í alþjóðaviðskiptin og í viðskipti við Bandaríkin, af því að þau þurfa á því að halda, vegna þess að þau ætla að einbeita sér að því að hafa Kína sem óvinn, en þá kemur allt inn í ljós að hann ræður þessu ekki. Hann getur ekki tróðið þessu ofan í Evrópu og Zelenski. Þannig að nú er Putin komin að hann vill ekki Trump komin með það að hann vill ekki hitta Putin nema með Zelenski og þetta er bara allt annar Trump heldur að var fyrir 5 mánuðum. Og við erum örugglega eftir þess að fleiri týpur á honum. Þetta er svona, herðu, það er Warren Buffett sem ég held að sé nú hættur, hann skrifaði alltaf svona með ársreikningu, svona greiningu á ástandinu. Jón Sigurðsson sem var kenndur við FL Group, mikill svona kappói í íslensku viðskiptalífi, með stóðir og einhver þetta vegna fóru sér FL-gæjar einhvern veginn, náðu einhvern veginn eignum FL undir sig og eru svona búin að gera sér breiðan, búin að umbreyta Arion banka og láta Arion banka greiða eigendur sínum stórkostlegt fé saman með Síman og hefur farið eins og engilsbrettu faraldur íslenskt viðskiptalíf. Og Jón Sigurðsson, hann vill vera eins og Buffett, þannig að hann skrifar alltaf svona sínar hugrenningar. En það sem ég tek upp úr viðskiptamókunum er að vaxtastefna Seðlabankans komin í algjöra sjálfveldu, segir hann. 7,5% vextir í 4% verðbólgu, 3% verðbólgu ef við tökum húsnæðisliðin út og háir vextir ítu upp húsnæðisliðinum, þannig að núna erum við gagnrýni innan úr helstu kappói viðskiptalífsins. Einmitt, er þetta ekki bara upphaf gagnrýni núna
Frá þeim? Já. Já, þetta bara eins og Villi Birgis og Ragnar Þór tala. Já, en þeir koma náttúrulega annarri átt. Allt annarri. Já, þannig að þetta áhugavert og svo sá ég líka einhvers staðar þessu tengt að þeir telja það að skuldabréfin fara að taka við meira af innlánunum og eitthvað þannig að það eru hræringar í gangi og þetta verður nú kannski aðeins órólegra haust hjá Seðlabankanum og stjórnvöldum. Þessi ekki svona friður hann. Hann var náttúrulega rosalega vinsællan Ásgeir þegar vextirnir voru lágir. Jú. En hann er ekkert vinsæll þegar vextirnir háir. Nei. Það er verða hjá Seðlabankastjóra. En ég tók eina frétt úr Guardian sem að það er Englandsbanki var að lækka enn einu sinni. Það fór reyndar ekkert herra heldur en svona 5,25 minni mig. Komin niður í 4 í einhverju svona 5 lækkunum hver á fætur annari. Ástæðan fyrir að þeir eru að lækka er að verðbólgan er að hækka. Það lítur svo út fyrir að verðbólgan sé að fara í 4% út af hækkun á maturverði. Þá lækkaðu vextinir í 4%. Á Íslandi er verðbólgan raunverulega 3%, en stýrivextin 7,5%. Getur útskýrt þetta, Björn? Nei, ég get ekki útskýrt þetta. Ég vildi að ég geti útskýrt þetta. En betur hugnast mér breska leiðin. Já. Það er svo alltaf eftir að svara þessu. Af hverju fyrir íslenski seðlabankinn allt aðra leið í vaxtaákvörðunum heldur en allir aðrir seðlabankar í heiminum. Viðreisna fólki kemur fram og segir það er krónan, því að þetta er krónugjaldið. En ég hef aldrei heyrt almennilega þau rök. Nei. Ef ekki að fara að rannsaka þetta, fá einhverja hagfræðinga til þess að svara þessu. Jú, það er ekki verið að hugsa almenning. Það er bara þannig. Já, það er verið að verja þá sem eiga peningin. Já. Við erum með þannig Seðlabanka. Herðu, við höfum fjalluðum svolítið á þriðjudaginn eftir Verslamelgi dauðsfallið í Reynisfjöru. Morgunblaðið var með frétt núna í morgun. Á forsíðunni. Ég held að þetta sé á forsíðunni. Það eru fleiri ferðamenn sem komu eftir banasleysið. Já. Hvað leggið í hann fara forvitni í fólki í bland við bara svo þennan almenna túrisma, ég meina, það er mikil umferð þannig svæðið fólk. Komu fleiri Íslendingar núna? Já, það er fleiri Íslendingar. Og ég held að það sé nú bara svona eins og að hlaupa eftir sjúkrabíl eða eitthvað. Já, þetta er flókið sko. Ég er ekkert endilega vissum að maður þurfa að tala niður mannlegt eðli sko í þessu samhengi. Þetta er óbúslega merkilega. Það er hluta mannlegu eðli er að elta slökkubílinn og maður þarf ekki að tala það niður. Það bara er þannig að þú fólk ræður ekki við sig. En sko það sem að mér... En svo getur það líka verið. Já. Herðu, á að fara að loka Reynisfjöru, ég ætla að ná því áður að loka það. Getur það verið? Ég veit ekki, en það sem að ég tekur úr þessu er að það voru þá, landeigandi sem kemur hérna fram og segir þetta að það hafi nú bara verið brjálega að gera hérna hjá honum eftir dauðsfallið. Við skulum alveg átta okkur af því að hann var að fá greitt fyrir hvern einasta koll sem var þarna niður í fjöru í gegnum bílastæðið sitt, þar sem hann hefur gjaldheimtu, rukkar fyrir 3 klukkustundir. Landeigandur sé að kannski íkja hvað er mikið að gera til þess að fá fleiri til þess að mæta? Nei, meira það að það er þarna dauðsfall og þau græða á því og það er það sem að mér þykir óhuglegast í þessu öllu. Manni verður alltaf betur og betur ljóst hvað öryggisráðstafanir þarna hafa verið hörmulegar, ekki neinu sinnt. Þetta er algjör að skamma. Og það eru æfleiri, ég til dæmis með viðtalið á benda það við Pál Ásgeir Ásgeirsson sem er mjög reyndur leiðsögumaður, skrifa hellinga bókum um Ísland og svona og ég spyr hann út í Reynisfjöru í þætti við Rauðaborðið síðar í kvöld og þú veist, hann er bara ekki vaf um það ef veðuraðstæður eru með tiltökum hætti bara að loka. Ég hef komið á svona Stuðlabergsfjöru sem er á Norður Írlandi, heitir eitthvað Gateway eða eitthvað svoleiðis. Þá kemur maður á svona stórri þjónustumiðstöð sem er upp á svona, ekki beint svona hæð en svolítið hátt yfir fjörunni og svo liggur göngustígur niður og það er hlið sem að lokar. Það er ekki brím og svona, en það kemur svona veðuraðstæður getur orðið hált og hættulegt. Þannig þá er bara búið að skipuleggja allt svæðið þannig að þú bara kemst ekki inn á það nema að það sé opið. Og ég meina... Sko, við getum lokað Hellisheiðinni þegar það brjála veður. Við getum, þannig að þú veist, þrengslin, þau eru lokuð þegar það eru veðurskiljur eru með þeim hætti. Af hverju er ekki hægt að loka niður í Reynisfjöru þegar það er, bara mannskaða brím? Haldið að við verðum að tala um þetta eftir viku? Það gleymið þessu. Ég held að það hafi verið fyrra kvöld sem við komast að þeirri niðurstöðu að þetta myndi sennilega gleymast en þetta er samt, það er ekki alveg víst. Það er nefnilega, það er svona undir alda af svona mikilvæg óánægju og svona pirringi í íslenskum almenningi gagnvart túristum. Það er rosalegt. Ég fór á kertafleytingu í gær og var svona spjallað við fólk
og ég veit ekki, kannski var ég svona aðeins að tekka á því hvernig fólk talaði túrista. Það var alveg rosalegt og endalausar sögur bara kúk sem út allt. Af því að við, þú varst að segja? Já, ég sagði mér það. Af því að við syrgjum, samkvæmt Páli Ásgeiri sem ræðið við þetta, við syrgjum Ísland sem var þegar við gátum sjálf ferðast okkar eigi land í friði á hans að borga nokkuð. Já, og líka einmitt í friði. Ég held að það sé svolítið lykillinn, sko. Við, maður vill fá að njóta náttúrunnar svolítið í friði. Það kemur aldrei aftur. Nei, ekki nema að við bara... Og það er ekki bæði hægt að njóta allra þessara tekna og kalla á Ísland sem var. Nei. En ættum við þá ekki að fá að njóta teknana sem að mistum friðinn? Svipað og við sem að mistum kvótann. Ættum við ekki að fá að njóta einhvers að því? Jú, og við erum ekki rétt laus. Herðu, aftur úr Morgunblaðinu á prenti. 9 af hverjum 10 er af erlendum uppruna. Þetta er verið að birta hérna, þetta eru bara sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu. Hversu stór hluti af íbúafjölguninni eru erlendir ferðamenn. Og ég setti þetta inn að því að það er 100% af Seltjarnarnesi, það er engin fjölgun innfæddra þar. 90% í Reykjavík. Já, erlendir ríkisborgarar. Og svo að því að Sigur og Magnús bróðir minn sem býr í Garðabænum þótti sem móðgæðist í gær þegar ég var að segja að það væri svo fáir innflytjendur þar og þess vegna verið svo mikið rasistum þar. Þarna kemur það fram að það er bara 23% af fjölguninni sem er í Garðabænum eru innflytjendur. Þannig að það er náttúrulega að gerast hérna, það verið mjög ólík byggðir og það er náttúrulega mjög skemmtilega að sjá skiptingu Reykjavíkur eftir hverfum og þá held ég að þú sjáir til dæmis að Fossvogurinn, hann er kannski líkur Garðabænum og líka 107, ég held að 107 er svo dýrt hverfi að það er eiginlega fátækt fólk og innflytjendur er að fara úr því og svona betur setta millistilta fólk að taka yfir að eiginlega Melaskólinn og Hagaskólinn séu alltaf þessi skólar en það voru fyrir 30 árum eða eitthvað sliðis, miklu meira blandaðir þá. Það verið gaman að við getum okkar til þess að halda þessu áfram. Já, dásamlegt, það er bara frábært lífi í fjölmenningin. En hluti af því átt að segja á því að það er hérna munur á þessu og til dæmis ef þú býrð upp í Fellunum og hittir eitthvað sem býr í Garðabænum eða býrð í Garðabænum og ykkur í Fellunum, við verðum áttugráði þið búið í svolítið ólíkum heimi. Þannig að ekki láta eins og hinn sé einhvern veginn að miskilja eitthvað sko. Og landsbyggðarvinkillinn minn er sá að þegar ég var ungur maður þá fluttum við öll til Reykjavíkur. Núna fólkið út á landi það fer beint til útlanda eða færi sér til, það getur kannski mennta sig heimabæð sem það gerir ekki áður. En mér finnst mjög áhugavert svona að því ég þekki þessa sögu, strauma landflutninga, fólksflutninga frá landsbyggðunum til Reykjavíkur að heyra þessu tölur. Herðu, ég sagði hérna í gær að ég var að ætla að vera voða sniður og sagði hérna, vitið af hverju að við heyrum ekki neitt harmakvein þegar það er gefin út hérna afla, hvað má veiða mikið af fiski. Eins og var hérna, þú áttir að muna það svona kringu 1990 og svona bara urðu allir útgerðarmenn brjálaðir. Og ég var að halda því fram að ástæðan verið svo að þeir sem eiga kvótana, þeim ef það er lítill afli, þá geti náð kvótunum á þér að því þú lendir í vandræðum hann að litlikur. En hvað gerir Mókin? Hann bara birtir strax fréttir þar sem að framkvæmdastjóri LIU eða SSF, hvað heitir það í dag? SFS, já. SFS. Er að kvarta og segir að það sé eitthvað skrítið við hafróksuna og Örn hérna í Pálsson í félagi smábátaeigenda, hann tekur undir það. Að það var bara fyrir 2009 þegar við taka það, að þá var svipaður afli núna og síðan höfum við farið eftir veiðiráðgjöfinni en það fjölgar ekkert fiskunum. Nei. Þú nú tekið viðtal við Jón Kristjánsson, ekki? Já, full ástæða til að hlusta á Jón Kristjánsson. Og hann er aftur í sviðsljósinu núna vegna þess að nú eru mainstream media, hún er að vitna til hugmynda hans að sleppa að lax sem þú sleppir, þetta sé ekkert við til þessu. Þetta er búið svona annað trademark hjá honum. Ég held bara að Jón Kristjánsson viti sínu viti. Er það ekki? Já, það er ekki gott að pína dýr. Bara svona, til þess að því að það er svo gaman að veiða þau. Það er að rækja fiska. Nei, þetta er bara alveg agalega ljótt, ég hef aldrei skilið þetta. Held að það muni þykja eftir 10 ára ekki vera sniðut. Þetta er bara virkilega, mér finnst þetta bara andstyggilegt. En þetta, ég vildi bara taka þetta fram að ég var að segja í gær að það væri ekkert kvartað yfir þessu en nú er bara kvartað yfir þessu kannski ættu að fara að hefja svona samtal og aðtaka þessu fleiri sem eru til að taka undir með Jóni Kristjánssoni. Hans forsetur kannski, fólk getur verið ósáttu við þær en gagnrýni hans á Hafró á fullt erindi. Já, sem Hafró svarar ekki. Aldrei.
bara ótrúlegt. Hluti af þessu ríkiskímaldi sem hætt að svara almenningi. Þú er einmitt á svona í sambandi við fjölmiðla. Ég held að sko RÚV hafi ekki talað við Jón Kristjánsson síðan bara einhvern tímann 2008 eða eitthvað. Já, það sé bara svörtunlista þar af því að skoðanir hans hugnast ekki Ég get svarað. Já, þetta getur bara vel verið. Og ég menna, það er ekki eins og við séum rosalega mörg á Íslandi og þú ert að tala Hafrannsson og fleira, að sleppa því að tala við Jón Kristjánsson bara algjörlega fáránlegt. Það er eins og að það seti aldrei Power 80 á svið. Herðu, Morgunblaðið aftur, það er samskip stefna á að efla strandsiglingar. Þetta er aftur svona framhaldssaga hjá okkur. Já, er þetta alvöru samkeppni eða er verið að skipta markaði? Þetta er nákvæmlega það sem ég hugsaði, Björn. Það er nýbúið að stórsetta þessa gæja fyrir samráð. Nei, nú erum við hættir og þá allt í einu kemur hérna, þú veist, líknandi engill samskip. Þetta trúis ekki. Gallin við fákeppni er að þeir þurfi ekkert að hittast upp í Öskjuhlíð. Þegar að Eimskip segir að nei, við erum hættir ætlum ekki að taka Vestfjörð og þarna, en við ætlum að einbeita okkur á þessu, að þá vita hinni nákvæmlega, við ætlum að taka það og við gefum aðeins eftir hér. Ég ætla að stilla mig að klappa saman selsreifunum. Já, einmitt. Þótt ég lesi þessa leið. Þeir eru bara að skipta milli sín markaði. Þið vitið, það er þekktasta dæmi svona er náttúrulega Bónus og Krónan. Og Krónan heitir Krónan vegna þess að það er samkomulagið það að allar vörur séu 1 krónu dýrari í krónunni. Og þetta er satt, sko. Þetta er ekki, þú getur spurt Breka næstur og hittir hann og þetta er bara þannig að þetta kom afhjúpaðist að þið tóku fleiri vörur inn í rannsóknina og þá komur ljós að þetta átti við, ég manna ekki hvað það var 70% af vörunum sem er akkúrat þetta samkomulag. Og þetta samkomulag var ekki gert upp í Öskjuhlíð, heldur liggur þetta bara í hlutafélagsseðli að Krónan segir það er betra fyrir okkur að þiggja það markaðshlutfall sem þetta gefur okkur í staðinn fyrir að fara að lækka verðið og þá lækka þeir verðið og lækka verðið og við töpum báðir. Þannig að við sætlum okkur bara að vera þarna. Þetta minnir mig á frétt í Ríkisútvarpinu daginn sem að sagði það að íslenska krónan væri allt of há og sjávarútvegurinn í voða og allt það og þegar fréttin sem að Ríkisútvarpið hefði átt að segja þann dag var af hverju skilar þetta sér ekki lægra vöruverði á innfluttur í matvöru og svo framvegis og af hverju breytist það einmitt, af hverju er það alltaf eins allstaðar? Það hækkar í hafi það hækkar í hafi Herðu, fréttur á RÚV flug til Ísafjarðar stendur ekki undir sér það er ríkistyrk tekist kannski í þessum þetta er bara svona það ekki? Jú, þetta er bara svona það reyndar er því að ég kem nú alltaf að reyna að koma ofta því að ég er svona landsbyggða tútan við þetta borð. Flýgur til Akureyrar? Ekki lengur, en ég gerði það. Það er dýrt. Það er rosalega dýrt. En það er ágætt að minna stundum á það að innanlandsflug er hræódýrt í mjög mörgum löndum í kringum okkur. Það er litið á það sem almenningssamgöngur og það eru alveg svæði hér á Íslandi sem eru þannig að það ætti að vera flugumferð, bara ódýr strætó. En fyrir þessu er engin skilningur og sennilega skýrist að því að 80% okkar búa hérna á sömu hundaþúfunni. Ég veit ekki, Icelandair er svona eitt af þessum fyrirtækjum sem að verðist alltaf vera, þau þurfa voðalega mikið af ríkisstyrkjum. Er það ekki svona svolítið lenskan? Ég byrjaði hérna með matartíman í gær, frumsýningur á þáttunum var langt gengin 1 sem að meikar ekki sens, en hann verður bara endur fluttur aftur. Og fólk er að senda mig svona og þakka mig fyrir þetta og meðal hans var einn kona sem býr á Austurlandi og þakka mig fyrir þetta og ég segi eitthvað, kemur ekki bara í bæinn í næsta þátt og verður með. Icelandair er versti landsbyggðarfjandi sem fundin hefur verið upp of dýrt að skreppa í höfuðstöðin. Þetta er bara það sem ég var að fá núna á. Herðu, eigum við að fara í næstu frétt? Já. Það er að sálfræðingar rukka hátt í 26.000 krónur. Þannig að loforð viðreisnar að niðurgreiða sálfræðiþjónustu er ekki að virka, segja sálfræðingarnir. Það séu bæði að það heldur niður laununum þeirra og gerir það að verkum að það er alltaf fáir. Hafið þið efnaði að borga 26.000 krónur til að fá okkur til að hlusta okkur? Það er því mjög erfitt fyrir mig. Nei, en við fáum hins vegar greitt fyrir að hlustendur heyri í okkur. Og fílingur Þið eru ekki með 26 krónur tíman? Nei, aldeilis ekki. Og fílingur pirrhósar sigur hjá Þorgerði Katrínu fyrir mörgum árum þegar hún fékk löggjöf þetta og jöfnuð sem átt að vera, það bara fylgdi ekkert fé. Og það hefur aldrei fyllt neitt fé og sjáðu stéttaskiptinguna sem hlýtur að verða á milli fjölskyldna eftir efnahag hvort það er til 26.000 krónur fyrir eitt svo flætt. Svo er það ofta stilt upp þannig að við viljum ekki borga 26.000 kall eða fyrir sálfræðingin sem leiðir til þess að viðkomandi fer til læknis og fær geðlyf
sem að kosta ríkið miklu meir en 26.000 skall. Já. Mér langar líka í þessu samhengi að segja að 26.000 krónur fyrir mjög erfiða vinnu með skjólstæðingi náttúrulega bara piece of cake miðað við það að þú fáir einhvern fjármála dúdda og lögfræðinga og þú veist menn úr öðrum stéttum sem að höndla við dauða hluti. Já, ég meina þeir senda ég heilsa ekki lögfræðingum ég heilsa ekki lögfræðingum sem ég tók þeir senda e-mail en það sem að við tekum úr þessu að þessi umræð hún sprettur upp út frá einhverju tilkynningur frá litlu kvíðameðferðarstöðinni sem fyrir börn og það kannski það sem að mér þykir alveglegast í þessu að því að sko þessi heilbrigðisþjónusta fyrir börn í samfélagi þar sem að kvíði og vanlíðan barna bara eykst að þar séum við bara á þeim stað að bara rík börn eða börn ríkra foreldra komist að í sálfræðitímum og þetta einmitt að ef þau fara í 2 tíma í mánuði sem algjört lágmark ef þú ætlar að fara að vinna með eitthvað kvíða þá þetta 600.000 krónur á ári og einhverjum dularfullum ástæðum á ég mjög marga vini sem eru sálfræðingar og þeir segjast raunverulega að hafa það skítt í dag og miklu verra en þeir höfðu fyrir 10, 15, 20 ár. Herðu annað sem að tengist heilbrigðis velferðarkerfinu, getur sagt, það er frétt frá RÚV, hægt verði að vista hættulega fanga áfram í fangelsi að lokinni afplánun. Tengist þetta eitthvað bjargmálinu, þar þú hittir þau eftir bæjarfulltrúa á Seltjarnarnesi og framkvæmdastjóra Geðhjálpar. Akkurat, ég fæði til mín í spjall Bjarg og svona framvinduna þar við sögum frá Bjargi sem þetta vistheimili þannig á Seltjarnarnesi þar fór ég og tók eina næturvakt fyrir tilviljun og leist ekkert alveg nógu vel á aðstæðum mannanna sem þar byggu meðal annars vegna þess að þar var fangi í afplánun í öryggisvistun en þetta auðvitað á engan hátt réttur staður fyrir hann, ekki gagnvart þeim sem fyrirbyggu og ekki gagnvart honum sjálfum. En þannig að þetta tengist. Þau ræða við mig Grímur Atlason og hún nú man ég ekki hvað hún heitir að því að ég einmitt að nú stendur á mig að muna það þá dettur það út. En það hún Sigurþóra Bergsdóttir sem er bæjarfulltrúi og varaþingmaður og hún ég flutti nú svo ágætisfréttir af Seltjarnarnesinu bærin mun sjá til þess að þeir sem að búa á Bjargi, vistmennirnir á Bjargi, þeir fá viðeigandi þjónustu innan félagsþjónustunnar í bænum og unnið að því að loka þessu úrræði og maðurinn sem þannig í afplánun, það verið að flytja hann annað. Herðu, næsta frétt að Guðni Ágústsson eiginlega sammála okkur. Við höfum talað þetta áður að þessi ásókn í að reisa vindmyllugarða, þetta meira og minna einhverjir svona braskarar hérna og þaðan, hann fólk af furðulegust sjóðverðum. Ég ruglast oft í þessu, hver á bak við hvað. Þetta hvað voru þetta mörg, ég held að það veri hátt í 40 ekki, sem svona ráðagerðir, mislangt komnar. Guðni að vara við þessu, þetta kallar þetta innrásavíkinga, þetta sé einhverjir svona dúttar að ryðjast hér og ætla að reisa vindmyllugarða og yfirtaka íslenska orkuframleiðslu. Þetta alveg rétt kallinum, ekki? Ég held sér alveg rétt hjá kallinum og í ljósi forystukreppu Framsóknarflokksins þá ættum við kannski bara að kalla Guðna aftur inn á sviðið. Það gekk nú ekki vel hjá honum. Nei, hann skoraði ekki hátt þegar hann var formaður ásins. Hann betri svona sidekick. Út á kanti. Hann betri Sancho Panza heldur en Don Quixote. Herðu, ein fréttanna vilja stækka starfsemi og olíubirgðastöðin í Örfirsey. Veistu þetta eitthvað svo hlægileg frétt? Já. Eru menn í alveg að tala þetta? Ég held að það væri hugmyndin að fara með þetta. Jú, einmitt, ef mér mismunir ekki þá er það nú bara á einhverju svona framkvæmdaráætlun bara í deiluskipulagi. Þetta ekki beint svona downtown þétting byggðar? Nei, þetta gengur ekki alveg þannig. Ég meina að það eru olíutrukkar sem keyrið gegnum bæinn alveg og þetta er þetta stóra hættur. Ég meina, Hamborgarabúlunni? Akkurat. Og þú veist, þetta er náttúrulega alveg dásalegt útivistarsvæði, gæti verið það. Það er náttúrulega má ekkert byggja það núna vegna olíumengunar í jarðvegi út af þessu. Þú myndir aldrei senda barnið þetta leika í olíumettuðum jarðvegi? Nei, ég hugsa ekki. Við heldum líka Drekasvæðið var á sögunni. Það er bara bullandi. Já, heyrðu, hann Heiðar sem einu sveitum ár, hann mikið í öllum fjölmjölum að tala að við höfum að fara að bora og leita olíu. Já, alveg á fullu sko. Og engar gagnrýnar, það er talandi einmitt fréttir sem
eru bara með eitthvað eitt sjónarhorn og fjölmiðlar fría sig ábyrgð. Sko, það engin mótrök í einhverju viðtali sem á byrtu hann einhvers staðar í dag. Þetta orðið vandamál, þetta tengist í að það ekkit vinstri, það ekkit á þingi. Nei. Og þessi ríkisstjórn, hún er í algjöru tómarúmi og ég held að við höfum eftir að sjá mörg svona mál. Eins og ég held til dæmis að það svo vandamál hvernig hann Jóhann Páll með eitthvað svona, hann er svona rosalega ákafur virkjana sinni. Hann færi enga viðspyrnu á þingi. Þetta er, ég meina það er nú svona stjórnmála svona, hvað hefur að segja, skýrendur á vinstri væng hafa lengi talað þetta, að svona miðjuflokkar séu hreinlega hættulegri heldur en hinir, eða bara hægri flokkarnir, af því að það ég meina hægri flokkarnir eru bara það sem þeir eru, miðjuflokkarnir eru svona lúmskari í sínum fólkskuverkum. Úlfar í sölskerðu. Já, svolítið þannig. Og svo kann líka vera sko að svona álitsgjafar og þeir sem eru vanir að vera gagnrýnir á stjórnvöld að þeir hafi svona aðeins haldið sér til hlés núna í valdatíð þessara ríkisstjórnar af því að margir eru mjög fegnir að vera komnir undan Bjarna Ben og þeim félögum en það komið tíma. Einn daginn held ég að það renni út. Já, það bara strax í dag. Kristrún held ég að get ekki lifa við þetta endalaust einhvern veginn að þessi allir svo fegnir að Bjarni sig. Nei, það komið tími til að bara að brýna, ég segi nú ekki kuttana en pennana. Herðu, þetta er bara gúrka í dag. Já, það er einu stórmerkileg frétt að það er maður sem var eitthvað á fermingaraldri, tók sátt í bankaráni ásamt félögum sínum í Kópavogi og þeir rændu, það var eitthvað að reikna það núverið upp í 180 krónur. Ég held að við verðum hins vegar að hafa í huga að þegar við verðum að framreikna svona við marga áratugir að þá hefur verðgildi peninga meira gildið þegar það minna af þeim. Já. Þannig ég myndi segja þetta væri svona 500.000. Svona í svona það að eiga 180.000 kall að núverði fyrir 50 árum sé svona eins og eiga 500.000 í dag. Veistu hvað ég tek út úr þessari sögu í dag? Að sko það er búið að skrifa þetta eins og einhvern stórglæp, fyrsta bankaráni og eitthvað svona. Svo þetta bara einhverjir fermingastrákar, einhverjir krakkar sem voru að En maðurinn er búin að ganga með þetta og hann getur ekki það að vera svo lengur, hann er að fera á lögreglustöð. Já, og brotið finn, þannig að hann bara léttir því það fallegasta í þessu er að þetta hafið þeir falið einhverstaðar vinnir og svo félagið bara að kaupa appelsín og lakkrís og eitthvað fötum Þetta er ekki að dæma það hart en það að ganga með þetta svona lengi haldið þetta sé svona eitthvað sem að manninum honum dettur þetta í hug svona allavega einu sinni í viku. Já, ég held að þetta hafi ásótt hann alla tíð. Já, ég veit það ekki. Ég held það. Það lítur eiginlega að vera. Það getur ekki verið þannig allt í að segja, heyrðu, best að skella sér til löggunnar og það lítur að vera svona langur aðdraðan þessu. Já, ekki nema sér bara dauðveikur að krabbamein eða eitthvað sem það veit nú engi hverju sem maður er það. Hann nýtur nafnlendar. Kannski fór hann í meðferð, það er sagt að það er að bæta fyrir brottsinn milli bæta fyrir brottin. Hann er kannski bara í því núna. Já, en hann er nafnlaus þessi maður, hann var í öllum fréttunum, eins og ég. Heyrðu, einn sem er aldrei nafnlaus, það er hann Simmi Will. Þú mátt eiga hann. Hann fór í viðtal og var að lýsa yfir að hann hefði verið undir áralöngu umsáturseinelti. Já. Þar sem að kona satt fyrir honum í bílakjallarhulra. Það var nú fleiri verið að tala þetta. Einmitt, Garpur Elisabethsson. Já, hann... Það er sama konan eða? Ég veit ekki, það kemur ekki fram í fréttinni. Það kom fram mjög Garpi að hún hefði ofsótt aðra. Já, ég held að sú kona hennar býði 8 kærur fyrir umsáturseinelti af bara mjög undarlegu tagi. En þetta er merkilegt og mér þykir nú bara mjög gott að það séu þannig kallar sem að því að í fréttinni þá segir Simar að honum finnst þetta asnalegt og hann finnst eitthvað kjánalegt og hann líði illa og finnst þetta óþægilegt vegna þess að hann hafi eitthvað svona líkamlega yfirburði yfir þessu konu en það snýst ekkert það og ég bara tek hattinn ofan fyrir þessum mönnum sem hafa bara komið fram og sagt frá ofbeldi. Þetta meina að það sé þá fyrsta gagnlega fréttin sem þjónar almannahagsmunum sem hefur verið skrifuð Simma Will síðustu 5 árin. Nei, ekki láta svona, ég vann með Simma Will líka náttúrulega. Ég er ekki að segja að þetta sé ekki fínn gæi, en bara allar fréttirnar Simmi drekkur glas með vinstri, Simmi með glas með... Já, ég veit ekki, ég kann nú ákveðlega við hann. Já, þetta hefur ekkert með það að gera. Hann er mikið í fréttum. Hann er mikið í fréttum, það er rétt. Þegar ég vann á fréttablaðinu og við varum með Hringbraut, þá voru svona 3 fréttir á dag. Og hann var aldrei að gera neitt. En konur hafa orðið fyrir svona umsáturseinelti. Ég man eftir einni sem ég þekkti svona óbeint
og hún greip á ráð að stóð eitthvað sko bara Kristín Jónsdóttir. Svo skrifaði hún sko Höskuldur Jakobsson lögregluþjónn. Já. Þetta gamalt triks. Já, ég meina, og vera í sambandi á Facebook og líka bara... Ljú upp þessu einhverjum kalli, helst einhverjum í löggunni. Já, það er bara þannig. Ég rána með valið, Höskuldur. Ég var að reyna að finna eitthvað. Háskalegt, Höskuldur. Herðu, það þýðir gamall maður. Þetta eru síðustu fréttunar sem við segjum í þessari viku að því að við ætlum að vera með frétti til að byrja með á mánudagum til fimmtudags. Á eftir kemur rauðaborðið og það er fullt af spennandi efni. María Lilja mun kynna það rétt bráðum. Og svo á morgun þá verður vikuskammtur klukkan 16:00 eða klukkan 4 í eftirmiddaginn. Helgina verður helgispjall klukkan 9 á laugardaginn. En við ætlum ekki að byrja sinni Egils fyrir en í helgina þar eftir. Við vorum að meta það í dag að pólitíki væri eiginlega sofandi eins og mátti svolítið sjá á þessu fréttatíma okkar núna. En framundan er rauðaborðið, verðið ykkur að góðu.